Góðan dag, kæru kollegar. Ég hérna stödd í nýju tilraunaverkstæði, eða sem heitir núna bara verkstæðið hjá Borgarbókasafninu í Grófinni og þar sem við sérhæfum okkur í tónlist. Mjög spennandi, þetta er alveg að fara að opna. En ég var svona að útskýra kannski backgroundið hér. En okkur datt í hug að ég myndi spjalla aðeins rafbókaútlán á Íslandi eftir pistil sem ég birti á Facebook-síðunum minni á dögunum. Grunnurinn að þeim pistli eða hugmyndin var kannski þessi grein sem birtist í Research in Social Stratification and Mobility og er ritrýnd grein ég veit ekki hvernig maður orða það, kannski erfiðleika fólks við að stunda símenntun eða hjálpa börnunum sínum við lestur og læsi í Danmörku. Og þar kom fram að rafbókasafnsútlán í Danmörku, þau jukust 100% í COVID. En samt tóku þeir eftir því að það var svona ákveðin vandræðagangur á ákveðnum hópum við að hjálpa fólki að fara inn á rafbókasafnið og svo framvegis. Og það var nú svona sérstaklega fólk sem var ekkert sérstaklega tæknilæst eða ekkert sérstaklega gott í dönsku eða eitthvað slíkt. Og það fékk mig til að hugsa, ekki það að ég er alltaf að hugsa þetta, en það fékk mig til að svona ýtti mér út í að fara að ræða þetta eitthvað svona af meira alvöru. Málið var það að hér í COVID-inu þá jukust rafbókaútlánin í rafbókasafninu 50%, ekki jafn mikið og í Danmörku. En það er kannski skýring á því að það er svo lítið efni á íslensku þar inni. Við höfum verið að reyna að eiga í samtali við útgefendur varðandi þetta alveg síðan rafbókasafnið fór á stað og áður en það fór á stað. En þeir eru bara ofboðslega tregir til að selja okkur bækur þarna inn. Og við, eins og þið vitið, megum ekki, ég veit ekki hvernig að orða það, við megum í rauninni ekki setja inn bækur án leyfis útgefanda. Bæði er Overdrive sem er plattformið á okkar rafbókasafni passar mjög upp á réttindi útgefenda sem og réttindi okkar og svo bara hafa þeir þetta miklu meira í hendi sér heldur en með pappírsútgáfu. Og þetta máli er það vantar sem sagt íslenskt efni þarna inn og við fundum verulega fyrir því í COVID-inu þegar söfnin lokuðu í 6 vikur. Og það var nú ekki til að bæta það að á þessum 6 vikum sem við vorum með lokað þá datt nú menntamálaráðuneytinu í hug að fara af stað með lestraráttak. Nú fagna ég alltaf lestraráttökum og bara algjörlega frábært að það hafi frá stað. En tímasetningin var kannski ekki sérstaklega góð vegna þess að jafnvel þó að skólasöfnum hafi ekki verið gert að loka, þá neyddust mörg til þess út af sóttvarnahólfum í skólum. Og þetta gerði það verkum að það var mjög erfitt fyrir fjölskyldur að nálgast lesefni nema bara með því að kaupa. Og ég fékk símtöl frá áhyggjufullum foreldrum sem reyndar skildi ekki af hverju voru mjög lokað en það er annað mál. Og sem að ræddu það að þeir hefðu bara hreinlega ekki efni á því að útvega lesefni fyrir börnin sín með því að kaupa. Og söknuðu bókasafnsins, mér þótti nú mjög vænt að heyra, því að þetta var erfitt að loka. Þess vegna, það var nú grunnurinn af þessum pistli sem ég setti þarna út og það mætti alveg ýta meira við útgefendum. Þeir þegja nú bara þunnu hljóði eftir þetta. Veit alveg að nokkrir eru vinir mínir á Facebook og hafa væntanlega séð pistilinn. En þetta er vandamál, þetta er skýringin. Það var margir svona velti fyrir sér hverju er ekki meira íslenskt efni þarna inni. En skýringin er sem þessi, útgefendur hafa þetta í hendi sér. Og við höfum verið aðeins að reyna að pota í ráðuneytið og fleira og það er mikil skilningur á þessu og vonandi þá tekst okkur að leysa þetta og þeir átti sig á því, útgefendur altså, að það er þeim í hag að setja efni inn í rafbókasafnið og ýta þá undir að fólk lesi meira vegna þess að eftir því sem við lesum meira og fleiri eru vellæsir, þá seljast líka fleiri bækur. Og það er allavega mín skoðun. Eftir því sem við lesum minna, þá er minna lesið og svo er lesið minna og lokum, þá kaupir enginn bækurnar. Vegna þess að það kann enginn almennilega eða hefur ekki áhuga að lesa bækur. Þetta var nú svona það sem mig langaði að ræða
í þessu nýja, hvað var maður að kalla þetta, nýja fréttabréfinu sem að upplýsingar að fara að setja út og ég var svona beðin að rabba aðeins þetta. Og ég hvet ykkur til að eiga samtal þetta og ýta á fólk ef við þekkið útgefendur að endilega að setja bækur inn á Overdrive þannig að við getum keypt þær. Það öllum í hag. Takk í dag.